Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. Eimur.is Við bryggjun á Hauganesi standa fiskveiðibátarnir í blandu hvalaskoðunarbátana. Þótt bærinn sé lítill, þá leynir hann á sér. Hér er margt hægt að gera á góðum degi. Ég ætla að sýna þér aðeins það sem við erum að gera hér alla daga. Við hefjum hvern morgun á að flaka hvern fisk sem fáum hér í hús, allt gert í höndunum. Og verkunarferlið er mjög einfalt. Við flökum fiskinn, söltum hann í 4 mánuði, við útvötnum hann eftir náttúrulega kúnstarinnar reglum og endanum pökkum við vöruna og sendum hann út eða þá seljum hér í búðir og á veitingastæði. Þannig að við ekki bara sýna verkunarferlið og það sem það snýst nú allt hjá okkur. Endilega. Er það ekki? Sko eins og ég sagði, þá fáum við fiskinn ferskan inn hérna á hverju morgni og við erum að kaupa hann hérna á markaði frá Dalvík og annar staðar frá. Og við fáum hann ferskan inn, þetta er þorskur. Þetta þurfum við alltaf að flaka í höndunum og það er nú til ýmsar aðferðir til þess að verka fiskinn en hér svona sérðu þennan klassíska flatta saltfisk sem hefur verið verkaður á Íslandi náttúrulega í gegnum aldirnar. Flattur út, saltaður og svona hefur hann farið á markaðinn erlendis. Til Spánar, Frakklands, Ítalíu, Portúgal. Við tökum þetta aðeins lengra. Við áfram vinnum í rauninu saltfiskinn þannig að við gerum kannski meira verðmæti úr honum. Og svona lítur hann út eftir þessa 4 mánuði þar sem hann hefur legið í hreinu þurru salti og með þessu ferli þá höfum við náð að taka allt vatn úr saltfisknum og saltið fer inn í kjötið og varveitir hann svona bara í heila eilífð. Það er ekkert vitað hvað þetta getur enst lengi en svona er hann bara algjörlega frosinn í tímanum. Hann skemmist ekki svona og verður bara betri með árunum. Og þetta er þá saltið sem við fáum hér og fiskurinn liggur í. Og hinum endanum þá sjáum við þá þetta eftir 4 mánuði þá skerum við saltfiskinn niður í ólíka vörur eftir hvað fer á hvern markað. Þetta er sem sagt þá besti bitinn, þetta eru steikurnar sem við skerum niður útvötnum og þetta fer á betri veitingastæði og náttúrulega í verslanir líka og svo erum við með aðra bita sem fara í verslanir og eru svona misdýrar vörur en þetta hérna er svona aðal varan hjá okkur. Hér er hann á saltinu úr honum. Já, við erum raunum bara að afsalta fiski, má kannski segja það, útvatna hann. Og þá erum við með mismunandi vöru, þegar til dæmis, þú getur fengið saltfisk í spænska rétti sem þú steikir á pönnu eða setur í ofnrétt. Hann þarf að útvatna alveg ekstra vel til að losna við saltið. En svo erum við með klassíska íslenska fisk sem við sjóðum og að því hann er í söðu að þá losnar við ákveðið saltinnihald. Þannig að það er meira salt í honum. Ef þú myndir setja sérútvatnaðan í söðu þá er hann algjörlega bragðlaus. Þannig að þetta eru 2 svolítið ólíka vörur sem þú ert með hérna. Það er mikil list í kringum þessa framleiðslu. Mikil ást. Þetta er ástríða. Hann kom að bjóða upp á hákarl sem er framleiddur hér. Og hér erum við að fá mikið af hópum, bæði erlendum og íslenskum. Og þetta er alltaf partur af þeim pakka. Við sýnum verkunarferlið með saltfiskinn og hér fáum við svo að smakka þessa dásamlegu og sérkennilegu afurð sem við erum að bjóða upp á. Og Íslandingar flestir kunna meta, það er sumir sem líti ekki við þessu. En þetta vekur alltaf mikla lukku. Einn viðbót. Eða 2. Rotten Shark Club of Hauganes sem er bara hákarlsklúbburinn hérna, aðal. Ég vil þegar þú ferð heim til þín þá skaltu setja þetta skjal í ramma, hengja upp í rúmstokkinn hjá þér og þá vaknar á morgnana og hugsa til þess að dagurinn muni vera eitthvað erfiður eða eitthvað, taka á. Þá skaltu horfa á þetta viðurkenningarskjal og hugsa til þess að þú hafi kannski séð verið hluti eða upplega verið hluti.
Á Hauganesi engu líkara en að fiskinum sé landað beint upp á matadiskinn. Þar hann veiddur, saltaður, eldaður og síðan borinn fram á veitingastannum við bryggjuna. Á Ólafsfirði finn ég við bryggjuna ferðaþjónustufyrirtækið Fairytale at Sea eða ævintýr á sjó. Og þar sem ég í ævintýraleit þá grunar mig að ég sé á réttum stað. Grunur minn fæst fljótt staðfestur sem ég sest á jetski sæþóttuna, teki bensíngjöfuna og þýt af stað. Hérna getur maður bara rölt inn í verksmiðjuna. Já, hérna tökum við á móti öllum, hvort sem það séu gangandi vegfarendur eða skipulagðir hópar. Og til dæmis á síðasta ári tókum við á móti meira en 15.000 manns í kynningar og við reynum alltaf að taka á móti fólki hvort sem það er bókað eða ekki. En í versta falli ef við höfum ekki tíma fyrir kynningu, þá bara gefum við þeim eitt bjór og leyfum fólki að njóta. Jæja, hvað ertu að láta renna í glasi hér? Herru, hérna ætlum við að smakka dökkan kalda, ósíðan. Eins ferskur og hann gerist, beint af tanknum. Ó, glæsilegt. Þessi er 5% sterkur. Og já, gerist ekki ferskan að þetta. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Hver er svona sérstaðan við þennan bjór? Fyrst og fremst með kalda er að við bruggum bjórun okkar eftir tékknesku pilsnerhefðinni. Og það er hefð sem kom upp með fyrsta bruggmeistranum okkar þegar hann fór að kenna pappa mínum að brugga. Því að foreldrar mínir höfðu enga kunnáttu á bjórgerð þegar við stofnuðum fyrirtækið. Og svo pössum við okkur líka með flestan okkar bjóra bruggan eftir þýsku bjórgæðalögunum, eða Reinheitsgebot, þar sem við bruggum allt á náttúrulegan hátt. Það er engum aukaefnum bætt við, það er ekkert dregið af bjórnum, hann er ekki gerilsneiddur, það er ekki notuð nein rótættarefni, engin unnin sykur, en þetta er eins hollur og ferskur bjór og kostur er á. Það eru margir tankar hérna, eru mismunandi tegunda bjór á hverju tank? Hvernig virkar þetta? Já, sko í flestum af þessum stóru tönkum erum við með ljósan kalda og svo dökkan kalda. Svo erum við með minni tanka sem eru 2000 lítra, þessi eru 4000. Þar erum við með tegundir eins og norðankalda, stinningskalda, IPA-bjórun okkar og svoleiðis, sérbjóra á þannig. Já. Hérna er dálítið massífi tankar og flottir. Hvað er að gerast hér? Þetta er náttúrulega pínu svona hjartað í öllum pakkanum. Þetta eru brugtækin okkar. Allt sem breytist í kalda fer í gegnum þetta ferli hér í brugtækjunum. Þarna fer fram í raun mesking, látering og humlasuða og þarna ertu í raun að búa til að breyta sterkinu úr korninu yfir í gerjanlega sykrur sem þú síðan færir í gerjunartank og með því að bæta við gerinu ertu að framleiða áfengi úr þessum gerjanlegum sykrum. Og þetta ferli frá því þú ert búin að brugga, gerja, þangað til að kemur í flöskur eru svona 4 til 5 vikur. Við opnuðum bjórböðin 5. júní í fyrra og hefur bara gengið alveg ótrúlega vel. Það hefur verið tekið mjög vel í þessa hugmynd og bæði af Íslendingum og útlendingum
og já, við erum bara ótrúlega ánægð með sumarið. Við ákveðum að hafa opið allan síðasta vetur og við ætlum að hafa aftur opið allan vetur núna og þetta hefur bara verið alveg æðislegt ævintýri. Fyrst og fremst þetta heilsulind og þegar fólk fer í bjórbað þá við erum að brugga bjór sem við förum með fyrir böðin og hann fer beint út í böðin ógerjaður. Og þegar bjórinn er ógerjaður þá hann ótrúlega góður fyrir húðina, hann mýkir húðina. En svo líka fyrst og fremst gerið sem við erum að safna hérna bara nánast daglega sem við setjum líka út í böðin. Og bruggarager sem búið að brugga bjór alveg sprengfullt af nánast öllum B-vitaminsskjalanum sem alveg einstaklega gott fyrir húð, hár og neglur. Þannig að þetta ótrúlega notaleg upplifun að fara í bjórbað, þú finnur fyrir því vel á eftir og svo sakar ekki að geta fengið sér ískaldan af dælunni hliðin á baðinu. Já, maður er ekkert að drekka úr baðinu. Nei, ég mæli ekki með því en. Ég lygni aftur augunum og finn strax hvernig hugurinn leggur á stað í ferðalag að gera upp daginn. Akkúrat á þessu augnabliki, á þessari stundu, vil ég hvergi annars staðar vera. Ekki vekja mig alveg strax, því ég upptekinn við að njóta, upplifa og skapa minningar. En jafnvel þó draumurinn sé góður, þá verður maður að vakna. Eins gott og það var að staldra við og horfa tilbaka, þá verður maður líka að halda áfram. Ég seti í stefnuna þangað að byrja að hugsa næsta dag. Bara ef hann geti verið jafn góður á þessi. Já, af hverju ekki? Það eru fleiri góðir dagar framundan því ferðalagið Norðurland eystra heldur áfram í næsta þætti á miðvikudaginn eftir viku klukkan 8 á N4. Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is